Hæ. Góðan og blessaðan daginn, ég heiti Gunnar Ingi Gunnarsson og ég er sóknarprestur hjá Lofstofan Baptistakirkja. Þú ert að horfa á hérna einn lítinn stuttan þátt af Apologia. Þetta er þáttur þar sem við ætlum að taka fram spurningar hvað varðar kristna trú og við ætlum að tala um það. Í þessum fyrsta þætti þá langar mig að tala um aðeins af hverju við erum að gera þessa þætti, af hverju nafnið, af hverju Apologia, hvað þýðir það og af hverju erum við að tala um trúmál og af hverju finnst okkur það svona mikilvægt. Og þegar ég hugsa um þessa spurningu þá minnist ég þess sem C.S. Lewis skrifaði þegar hann sagði að kristin trú, ef hún hefur rangt fyrir sér, skiptir engu máli. Ef hún hefur rétt fyrir sér, skiptir öllu máli. En það sem kristin trú getur ekki verið er trú sem skiptir bara smá máli. Það er annarkvort öllu máli eða engu máli. Og við höfum komist að þeirri niðurstöðu í Lofstofan Baptistakirkja að kristin trú er rétt og skiptir öllu máli. Og það sem að þessi þáttur snýst í rauninu og Apologia þýðir að standa vörn og þetta er orð á grísku sem er notað fyrir þá sem standa fyrir fram að rétt og að verja sig fyrir ásökunum. Og þetta orð er notað, Biblían, Nýja testamentið var skrifað á grísku og í fyrra Pétursbréfi 3:15 þá skrifa hann þetta til kirkjunar, hennar kirkju. Hann segir, en helgi Krist sem drottinn í hjörtum ykkar, verið ætíð reiðubúinn að svara hverjum manni sem krefst raka fyrir voninni sem þið eigið. En gerið það með hógværð og virðingu og hafið góða samvisku til þess að þeir sem nýða góða hegðun ykkar sem kristinna manna verið sér til skammar vegna þess sem þeir mæla á gegn ykkur. Þannig að hann er að segja við þá kristnu að ekki bara trúa því að Jesús er Kristur, heldur að hluti af trú okkar er að standa vörð trú okkar og vera tilbúin að svara spurningum þegar það koma. Það er að segja, þetta er ekki bara blind trú, þetta er ekki bara ég trúi af því að ég trúi og mér líður eins og þetta sé rétt. Þannig að segja, við höfum séð Krist, við höfum séð hann dáinn, við höfum séð hann niðurlagðan á krossi, myrtan fyrir framan augu okkar og við höfum séð hann lifandi. Og hann er að segja við frumkirkjuna að segja, hei, verið tilbúin að svara spurningum þegar fólk kemur spurningar. Og þarna orðið sem að segir, verið tilbúin að gefa rök fyrir voninni sem í ykkur er, þar er notað orðið Apologia. Verið tilbúin að verja, verið tilbúin að standa stöði ykkar og svara spurningum og það er það sem við viljum gera í þessu þætti. Við viljum heyra spurningar sem fólk er með varðandi kristna trú, við viljum fara í guðfræði, við viljum fara í stóru spurningar lífsins hvað snýst þetta, af hverju er kristin trú mikilvægt, af hverju er trú mikilvægt. Og eitt af því sem ég hef upplifað sjálfur er að margir er að leitast á eftir þessum hlut sem gefur þeim algjörlega góða tilfinningu í lífinu. Að þeim langar að líða vel, þeim langar að komast á annar stað og margir leggja trú og traust sitt á peninga, á einhvern lífstíl, á jafnvel einhver efni. En aftur og aftur þá hef ég kynnst í sjálfur persónulega og lent í því að hitta fólk sem hefur sagt mér að ég hef náð þeim stað sem ég hélt að myndi gefa mér von en það var ekkert varanlegt. Það var engin varanleg von í þessu og ég trúi því og við í Lofstofan Baptistakirkju trúi því að vonin liggur í Jesú Kristi og það sem við viljum gera með þessu þáttum er að taka við spurningum frá ykkur. Ef þeir eru með spurningar, ef þeir eru með efasemdir, þá endilega sendið á okkur og við viljum taka fyrir í þessum þáttum, tala hvað trú er, tala hver Jesús er og hvað hann kom til að gera. Þannig að það er svona pointið með þessum þáttum Apologia, er að svara spurningum sem fólk hefur og við höfum glímt við í gegnum tíðina. Og ég vona að þú komir með okkur og þú njótir og þú finnir fyrir eitthvað góðið, að þú finnir Jesú Krist og auðvitað viljum við segja þér að við Lofstofan hittist á sunnudagssamkomum kl. 1 í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ og ef þið langar að tala þessi mál meira, heldur bara að horfa á þessu myndbönd, þá ertu alltaf velkomur, þú, þínar efasemdir og spurningar og pælingar og hvað það er. Þannig að það er svona punkturinn með þessum þáttum.